Kæru áhorfendur, við erum komnir hér aftur í settið eftir ótrúlegan leik. Strákar, takk fyrir leikinn. Takk fyrir, já, takk. Sömuleiðis. Heiður, takk fyrir. Verið velkomnir. Við erum hér sem sagt áfram með Messu Bræður hjá okkur. Við erum velkomnir í settið, strákar. Hvernig líður ykkur hérna í þessu setti? Finnst það bara huggulegt. Það ekki bara? Jú, gaman að vera með áhorfendur og svona, þú veist. Já. Ég er ekki vanur þessu. Það er ennþá ákveðið svona nýjabröðum yfir þessu, sko. Ég er alltaf, ég bendi fólki alltaf á sjálfsmyndina sem við erum með hana. Flottar. Þið báðuð með það ekki í messuna að vera með sjálfsmyndir, en þeir vildu frekar vera með myndir af leikmönnum í ensku úrvalsdeildinni. Það er náttúrulega bara ekkert sama budget í messunni eins og í þessu, þannig að við getum ekkert mikið valið. Nei, ég get skilið það. Þetta er mjög dýr framleiðsla. En strákar, þið eru ekki bara knattspyrnunautar, þið eru líka lífskúnstnerar. Og Gummi, þú er náttúrulega búið út um allan heim. Heldur betur. Þú hefur búið á Akureyri, Reykjavík, Belgíu, Noregi. Hver er svona þinn uppáhalds? Hvaða staður á kannski stærstan hluta í hjartaðinn? Torgið í Antwerpen er nú svona staðurinn sem að ég lít helst til þegar ég hugsa tilbaka. Og þar er ákaflega gott að vera. Ef maður þarf að hugsa aðeins um lífið. Já. Og kunstnerar þurfa að gera það stundum. Og það er svona minn staður, verð ég að segja. Já. Já, en þetta er líka demantaiðnaðurinn í Antwerpen sem að heillar eða ekki? Jú, að sjálfsögðu og ég var nú einn á þessum tíma reyndar. En ég keypti mikið af demantum sem að þeir hafa fengið að njóta síðan. Já. Það er konur sem ég hef kynnst á lífsleiðinni. Já, einmitt, ég vissi að því. Hjörvar, þú hefur meira bara verið í Kópavoginum svona mest allt þitt líf. Já. Er einhver staður í Kópavogi sem jafnast á við torgið í Antwerpen? Nei, í raun og veru ekki, en við höfum svona verið að sjá nýbilega veginn vera að blómstra núna, eftir komið bónus þangað og náttúrulega Toyota er farinn og svo líka komið Serrano og Liv og Heilsu. Þannig að það er svona komið aukið líf inn í hérna og svo er náttúrulega ofar á nýbilega veginum eftir náttúrulega með American Style og Kínahofið. Já, og Supersub. Og Supersub og Fatarhinsum. Já. Þannig að svona nýbilega vegurinn er svolítið svona ganga í gegnum endurnýja lífdaga og svona kannski svona helgar, þá myndast óbærslega skemmtileg stemning þetta. Já, einmitt. Þetta er að verða svolítið eins og að keyra niður bara strippið í Las Vegas eða eitthvað svona. Þetta er þannig stemning. Þetta er allt við eina götu. Já, ég myndi segja að vera svona meira svona skandinavísku stíl á þessu. Já. Þetta eru litlar einingar, skemmtilegar einingar í raun og veru og ég tala nú ekki um nýja sushi-barinn sem er komin þarna. Já, einmitt. Og kannski eina sem ég finnst vanta er almennileg bílasjoppa þarna. Já. Af því að mér finnst rosalega þægilegt að þurfa ekki að stíga út úr bílnum ef ég ætla að kaupa með kannski kók og pulsu. Já. En þú veist, það er þá eitthvað sem getur þá komið bara í framtíðinni. Er þetta rekstur sem að þið gætuð jafnvel farið saman út í að opna bílalúrsjoppur? Ég og Guðmundur ætluðu nú á sínum tíma að opna ljósastofu. Semst ljósastofu og vídeolegu saman. Og við ætlum að kalla það Vídeosól en Guðmundur púlaði út úr því verkefni bara á síðustu stundu. Guðmundur, hvers vegna var það sem þú hætti við það? Ég á bæði vini og fjölskyldu sem hefur farið illa út úr sólböðum. Já. Og þetta hefur gefið vel af sér, veit ég, svona staðir. En mér fannst það bara mér fannst það ekki vera rétt á þeim tímapunkti sem við vorum að skoða. Þetta er hvernig 97 fyrst sem við vorum að skoða. Já. Og svo komum við aftur. Já, bara í fyrra. Já. Fyrra vor og þá vorum við nú búin að finna húsnæðið líka. Já. Og þess vegna var það svolítið sorglegt að við þessum að borga þess að 3 mánuði þarna uppsagnarfrestin á húsnæðinu. Já. En ég held bara, þú veist, það getur vel verið einhvern seinna á öðrum tímapunkti í lífi mínu. Verði ég klári í þetta. Já. En vídeo og sól, þú veist, margir halda vídeolög. Já. En þú veist, þetta kemur allt aftur. Vídeó er að koma aftur. Það er bara þegar sjáðu plötuspilarann, hann er komin aftur, alveg full force. Mýmörg dæmi um að plötur koma aftur. Alveg bara endalaust.